Komið sælar kæru vogir. Vogin mín góð. Hér eru spil fyrir þig inn í vikuna. Þú ert eitthvað að bralla kæra vog. Þú ert með eitthvað í huga. Ert með einhvers konar plan, afsakið, eða hugmyndir sem að þú ert að velta fyrir þér hvernig þú getur komið í framkvæmd á sem bestan hátt. Þið langar að sýna kænsku, ég get orðað það þannig, útsjónarsemi og ert að spá í hvort þú þurfir að fara í kringum hlutina til þess að fá sem besta útkomu í staðin fyrir að koma hreint að borðinu og segja hlutina beint út. Þá er eitthvað sem heldur aftur að þér, það er ákveðin hræðsla, það er ákveðið hik á þér og þetta getur líka verið manneskja sem þú ert að fara að díla við sem er að sýna þessa orku. Þetta er alveg gott að blessað en í flestum tilvikum er best að koma bara hreint fram en stundum getur þurft svolítið að hnika hlutunum til. Svona neikvæðasta merking eða skuggahliðin á þessu spili eru svik eða svona það að vera undirförull. Ég ætla nú að vona að það sé ekki eitthvað sem að ekki sú orka sem er að koma upp hjá þér, kæra vog. Heldur er þetta meira í einhverjum tilvikum þá er eins og þú standir utan við og þú ert að velta fyrir þér hvernig þú er að komast inn. Nú veit ég ekki hvort að þetta á við hús, heimili, félagskap, það er einhver hringur sem þið langar að komast inn í. Og það eru manneskjur, þetta varðar manneskjur, þannig að þetta getur verið kynni við ákveðnar manneskjur eða manneskju. Og það er svolítið skrítin orka, þess vegna er ég nú svona hikandi. Það er svolítið líka að vera að tala hérna að þú ert tilbúin að taka á móti, en þú ert ekki endilega tilbúin að gefa jafn mikið. Það er eins og þú viljir halda í þitt og ert hræddur við að opna á að taka á móti einhverju nýju. Þetta er svolítið heftandi orka sem að getur haft í för með sér að þú missir af einhverjum fallegum, góðum tækifærum. Þú getur líka mist af því að ávaxta það sem þú hefur nú þegar með því að halda því þétt að þér í staðinn fyrir að deila því með öðrum og sýna öðrum það sem að geti þó gefið þér hugmyndir að því hvernig þú getur stækkað hlutina. Þetta getur átt við fjármuni, þetta getur verið tilfinningar, einhverjir efnislegir hlutir, eitthvað sem þið þykir mjög vænt greinilega, því þú ert ekki alveg tilbúin að sleppa því í hendinni. Kannski er eitthvað í lífiðinu sem að þú vilt svolítið halda útaf fyrir þig og halda að þér. En mér sýnist á spilunum, kæra vog, að þú þurfir svolítið að greiða það svolítið dýru verði með því að vera pínlítið utanveldu. En þú þarft sjálf að vega þá að meta, kæra vog, hvort skiptir þig meira máli. Að vera inni eða vera úti. Ég veit ekki alveg hvað ég er að meina með þessu, þetta er bara að koma hérna til mín. Ég ætla að taka englaspil fyrir þig. Aha. Það er spilið partnership. Leyfðu heilbrigðum styðjandi samböndum að koma inn í þitt persónulega líf. Þetta getur átt við ástarsamband, ef til vill er þetta tengt atvinnu. Báðir aðilar munu græða.
Almætti að hjálpa þér og þú gætir ef til vill verið að fá stuðning og hjálp frá manneskju sem hefur þá hæfileika sem til þarf. Þetta afskaplega fallegt spil og segir mér að lausnin þessa vikuna felst í því að deila og opna og vera með öðrum, ekkert endilega mörgu fólki, en það einhver einstaklingur eða einstaklingar sem að þú myndir græða á því að eyða tíma með í staðinn fyrir að vera utan veltu einn í snjónum, vegna þess að það sem ég fæ frá þessum báðum spilum, það eiginlega einmanaleiki og þeir snúa báðir baki við sjáandanum, lesandanum, þeim sem horfir. Partnership lausnin, kærvog. Þá ætla ég ekki að fara lengra inn í það að svo stöddu. Ljós og kærleikur inn í vikuna.